Já, komið sæl. Það suðvestlæg átt hjá okkur næsta sólarhringinn. Við höfum hérna lagð á Grænlandshafið sem svona hraðri leið austurbógin, en síðan á mánudaginn þá fer veður að breytast hjá okkur því að þá fer lagðin að senda til okkar norðlægar áttir og þriðjudaginn verður komin svona leiðinda norðanveður ef ekki vonskuveður og spáir að gera ráð fyrir því að svona verði nú staðan svona meira að minna hjá okkur út vikuna. Við skulum skoða hvernig hitasviðið þá sjáum við að það stutt í þetta kalda loft sem hægt og rólega að taka völdin hjá okkur og þegar norðanáttin verður komin á fulla ferða þá verða hitatölur komnar niður í 2-3 gráður landið norðanvert, meðan að verður nú svona heldur hlýra sunnanlands, þar sem við erum kannski að tala svona 5-8 gráður eitthvað svo leiðis, en eins og við sjáum að þá erum við komin langt inn í kalda loftmassan og ekki að sjá annað en að svona verði þetta fram eftir vikunni. En verður á morgun í fyrramálið verður þá svona, verður suðvestlæg átt hjá okkur, það verður svona skúraleiðingar þá einkum landið vestanvert, austanlands ætti að verða minni vindur og þurrt og bjart og það verður líka hlýjast. En svona síðan þegar að líður á dagina þá verður svona fyrir að bæta í vestanáttin og verður komin svona vestan strekkingur þá sérstaklega landið sunnanvert og líka verður svona einhverjar svona smá skúrir farnar að detta niður landið norðanvert. En síðan á mánudaginn að þá fer norðanáttin að láta vita af sér. Við sjáum að hitatölur eru komnar hérna niður í 3-5 gráður fyrir norðan, 7-8 stiga hiti hérna landið sunnanvert og það svona bætir bara í þetta þegar líður á daginn og strax á mánudagskvöldið gæti verið komið leiðinda veður ef ekki vonsku veður á norðausturhorninu. Og síðan á þriðjudaginn sjáum við að það orðin hvöss norðanátt allt norðanvert landið og það verður líka talsvert úrkomu með þessu. Það verður nú væntanlega rigning við sjávarsíðuna, en síðan verður þetta fljótt að breytast í slyddu eða snjókomu þegar við komum inn til landsins og Veðurstofan nú þegar búin að gefa út gular hríðar viðvaranir. Og á miðvikudeginum að þá verður svona þetta vonsku veður svona mestu bundi við norðausturhornið, áfram hríðar viðvaranir í gangi. Það verður nú farið að svona létta til landið vestanvert og draga úr vindi, en eins og við sjáum að þá svalt áfram á landinu svona 8 stiga hiti víða hérna sunnan og vestanlands og ekki nema 3-4 gráður hérna við norðausturströndina. Nú, ef við skoðum hvað gerist í kringum okkur, þá nú ennþá fínasta veður á Norðurlöndum og hitinn svona aðeins að byrja að gefa sér norðan til, en hlýtt hérna sunnan til. Það eru skúraleiðingar mjög víða, en þegar við komum hérna suður á Balkanskagann þá fara þær nú að létta og það fínasta veður í Grikklandi á morgun, léttskýjað og 27 stiga hiti í Aþenu og það líka fínt veður á suður Ítalíu, en aftur verður talsverð rigning og svona allavega skúrir norðan til. Bæði á Spáni og Portúgal verður fínasta veður á morgun, þar verður heiðskýrt eða léttskýjað og hitatölur svona í kringum 30 stigin. Þungbúið og skúraleiðingar í Frakklandi. Nú síðan ef við förum til Karaneyja þá fínasta veður þar á morgun, þar verður heiðskýrt eða léttskýjað svona norðlæga átt og hitatölurnar í kringum 25 gráðurnar. Og við skulum fara vestur á bóginn, það nú fínasta veður hérna við austurströndina, en það svona úrkomukerfi, svona skúra og þrumukerfi sem að teygir sig frá Mexíkóflóa og norður að vötnunum miklu sem að svona hægri leið austur á bóginn, en vestan Klettafjalla fínasta veður, en aftur á móti byrjað að rigna í Seattle. En við skulum enda þetta á korti morgundagsins. Það svona bætir í vestanáttina þegar að líður á morgundaginn og verður svona komin svona nokkuð stíf vestanátt, sérstaklega landið sunnanvert, að verða svona skúraleiðingar nokkuð víða, en helsta ætti nú að vera gott veður hérna allra austasta sem ætti að vera mestu þurrt og einnig hlýjast. En skulum segja þetta gott að veðri, verið sæl.